Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ferðafélag Svarfdæla virt ferðafélag sem býður meðal annars upp á gönguskíðaferðir á veturna og vikulegar gönguferðir með leiðsögn yfir sumartíman. Við skelltum okkur í gönguferð upp á fótalaug Bakkabræðra. Þetta alltaf að aukast hjá okkur, finnst okkur, og við erum að reyna að byggja upp svona skemmtilegar ferðir hér úr Svarfadalnum og hérna í kring í þessu fallegu fjall hérna sem við höfum. Þið hérna eru með alltaf, ekki vikulegar göngur núna á sumrin? Jú, við byrjuðum á því í 2014 að bjóða upp á þessar svokölluðu miðvikudagsgöngur. Þá farið á stað, lagt á stað yfirleitt frá kirkjun á Dalvík, korter yfir 5 og farið þá í styttri göngur miðað við þetta sé kannski klukkutími 2, kannski teygist það upp í 3, eitthvað svoleiðis, og þetta sé svona léttar göngur og hugsa fyrir alla og aðalega að krakkarnir geti nýtt sér þetta og voðalega gaman að því að þau eru að koma svolítið sterkt inn í þetta, foreldrarnir að koma með krakkana í þessa göngur. Og já, þetta alltaf að aukast bara hjá okkur þetta, og við erum að stefnum á að vera með göngur líka núna í september. Við höfum yfirleitt verið með þetta í júní og júlí, 8 til 9 göngur á þessum tíma. Og svo ferðafélag Íslands núna hafði samband og alla vera með sem sagt á landsvísu eitthvað svipað og við höfum verið að gera. Stuttar göngur og lagt á stað svona seinnipartinn og hugsa fyrir alla og krakka og svona. Hvernig hefur þáttakan í þessum göngum verið? Hún hefur verið mjög góð og alltaf að aukast og þetta svona stígandi í þessu hjá okkur. En það nú gríðarlega fallegt svæði hérna og víða fallega gönguleiðir. Já, það mjög auðvelt að fara í skemmtilegar gönguleiðir og vegna þess að þú getur farið bæði í stuttarferðir sem allir geta farið í og svo getur líka farið í krefjandi ferðir sem jafnvel taka einhverja daga. Og það svona framtíðarsýnin hjá okkur hér í ferðafélaginu að koma upp svona leið á milli skála sem að fólk getur þá gist í, og við erum svona að styrkja það og setja skála og reisa skála á milli, þannig að það verði dagsleið á milli skálana hjá okkur. Og hverjir eru það sem nýta sér helst þessar gönguleiðir sem eru hér? Það eru bæði mikið ferðamenn sem við sjáum sem að koma og spyrjast fyrir þessar leiðir og það göngukort að þessu og fólk sem kannski að stoppa stutt og vil stoppa aðeins og fara aðeins upp í fjöllin og halda svo jafnvel áfram. En svo eru líka hópar sem eru kannski að melda sig og eru þá að stoppa í nokkra daga og eru að labba hérna um. Nú erum við hérna við fótalaug Bakkabræðra sem einn af svolítið skemmtilegum stöðum sem hægt að finna á göngu hérna á svæðinu. Já, það mjög vinsælt að stoppa hérna ef að fólk búið að vera að labba og hvíla, þreytta fætur og setja sér hérna og rabba eins og þeir gerðu, bræðurnir. Já. En hver þinn uppáhaldsstaður að ganga hérna á svæðinu? Það allir það sé ekki hérna, við eigum skála hérna upp í botni á Böggustadal sem heitir Mosi og það mjög svona gaman að labba þangað upp og jafnvel gista og hvíla sig. Og hvað það við göngur hérna út í þessari náttúru? Þetta bara svo ofboðslega falleg náttúra og það alltaf einhvað svona við fjöllin sem að togar í mann að fara á stað. Þú
Þú hefur verið að leiðsegja hérna í ferðum og vegum ferðafélagsins og fleiri göngum líka, eða ekki rétt? Jú, bæði núna í fyrra, þá hef ég svona tekið að mér þær göngur sem ég hef getað í þessari miðvikudagsgöngu, sem þetta samvinnuverkefni milli ferðafélagsins og Dalvíkurbæjar. Þar áður þá var ég með stofnaði og fylgdi eftir í nokkur ár gönguviku Dalvíkurbyggðar sem það var bara 1 vika í byrjun, eða í mánaðamót júni-júlí sem það voru 2 helgar og vikan á milli og það var gengið allavega 1, stundum 2 göngur á dag og þetta var mjög vinsælt og svona gaf fólki tækifæri sem sérstaklega heimamönnum sem ekki höfðu farið í kannski svona göngur að fara með leiðsögumanni á svæði sem það hefur kannski alltaf langað til þess að fara. Hvað það við þessar gönguferðir sem heillar svona? Það náttúrulega þessi náttúra, þessi gríðarlega flotta og mikla náttúra þarna og ótrúlega fjölbreyttir möguleikar í gönguferðum. Svo það bara rosalega heillandi að reyna á sjálfan sig, bæði líkamlega og andlega í svona göngum. Það þarf oft hvoru tveggja að vera í þokkalega góðu lagi þegar maður í þessu. Og ef það ekki góðu lagi áður en maður fer, þá verður það yfirleitt mjög gott þegar maður kemur heim eftir góða göngu. Það hollt fyrir bæði líkama og sál? Algjörlega. Og svo það líka bara mjög mikils virði að reyna að kynnast náttúrunni, læra að þekkja hana, læra að þekkja blómin, læra að þekkja fuglana, læra að þekkja örnefnin í náttúrunni og náttúru fyrirbrigði og velta fyrir sér hvernig hefur þetta orðið til og það gerir maður helst með því að fara og eiga stund með sjálfum sér í náttúrunni. Kristján býður upp á gönguferðir fyrir minni hópa. Hann kom nýlega upp aðstöðu heima hjá sér og hlakkar til að halda áfram að leiða fólk svarfdælska náttúru. En mikill áhugi á slíkum ferðum? Þetta alveg ótrúlega mikið svona sveiflukennd. Fyrst ég byrjaði ég er búinn að gera þetta í 25 ár. Fyrst ég var með þetta fyrir aldamótin 2000, þá var mjög mikil uppsveifla í svona gönguferðum og það voru margir hópar sem voru búin að ganga út allt þessar þekktu gönguleiðir, fara á strandir, fara Laugaveginn, ganga Víknaslóðir og fjörðurnar og allt þetta. En Tröllaskaginn var einhvern veginn svona ónumið land og þegar ég byrjaði þessu þá kom það einmitt mér mjög óvart hvað þetta var, hvað fólk þekkti þetta lítið og hvað voru fáir sem gerðu út á akkurat þetta frábæra fjallaríki sem hér er. Og ég fann mjög vaxandi áhuga fyrir þessu þarna fram yfir aldamót. Svo þegar fór að nálgast hérna hrunið og allt var vitlaust, þá einhvern veginn hætti fólk að nenna að fara á íslensk fjöll, þá fór það bara eitthvað út til lönd en svo aftur eftir hrunið, þá kom aftur þessi sveifla, það var orðið flott að ganga í íslenskum lopapeysum á íslensk fjöll og njóta íslenskar náttúru. En núna aftur finnst mér þetta vera að fara að dala og kannski þetta svona nátengt einhvern veginn efnahagsástandi þjóðarinnar, hvernig menn líta á náttúruna. En ég vona bara að fólk haldi áfram að fara á fjöll og ég ger ekkert skemmtilegra heldur en að ganga og skemmtilegast að ganga einn en mjög gaman að ganga með fólki og ég tala nú ekki að maður getur sagt eitthvað sem það kannski veit ekki. Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.